Já, veriði velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að hefjast væntanlega hörkuleikur í úrslit karla KA gegn Fram. Ágúst Stefánsson heiti ég og var með ykkur og með til aðstofari Baldur Halldórsson. Gott að hafa með mér, Baldur. Já, þakka fyrir það. Já, ég býst við hörkuleik. Þetta er eiginlega sko, við vitum það að KA-liðið er búið að tapa 74 leikjum í röð eftir að hafa byrjað tímabilið af krafti og vinna þessu 2 og við vitum það að strákarnir eru staðráðnir í að vinna hér í dag og komast aftur á beinnibrautina. Framarar sem hafa byrjað tímabilið vel, þeir eru töpuðu svona frekar illa í sísta leika þegar þeir spiluðu illa og það er svona eiginlega reiknað með 2 særðum liðum hér í dag. Já, framararnir mitt hafa verið frábærar á þessu tímabili til að byrja með og maður bara býsti mitt við bara hörkuleik. Já, sammála því og fyrir að styttast í þetta hefistina, það KA-liðið á að vera vígi og maður veit að strákarnir eru heldur betur klárir í að standa sig hér í dag og vonandi fáu bara sem flesta í KA-liðið þó að vissulega séu aftur utan leiðilegar COVID-aðstæður í samfélaginu. Já, því miður. En við bara setjum grímunu upp og styðjum okkar lið. En já, þetta er svona áhugaverð ólisteild, þetta er rosalega jafnt og spennandi í upphafi, svo sem eins og búið að vera síðustu ár. Mjög lítið að milli í deildinni og eiginlega bara mikilvægt fyrir okkur að vinna hér í dag til þess að vera áfram með í baráttunni frá byrjun. Já, klálega. Það eru verið flest lið geta unnið alla og það þarf bara þá að vera tilbúinir í alla leiki. Já, heldur betur. Liðin að verða klári að koma sér inn á. Já, hérna er þetta að verða klárt, liðin að ganga inn á. Sem við byrja á að kíkja á lið gestana. Þeir eru svona skipaðir í dag, það vantar þeirra helsta markvörð, hann Lalla. Ég veit því miður ekki hvað þeir eru orsakað fyrir því. En í markinu í dag eru þeir Valtýr Már Hákonarsson og Arnór Máni Daðason. Útileikmenn Ólafur Jóhann Magnússon, bjóðum hann hjartalega velkominn Óla, óheiðarlega mættur aftur á sinn heimavöll í KA-lið. Virkilega skemmtilegur kappi og gaman að sjá hann aftur í KA-lið, þá vissulega var meira gaman að sjá hann í gulu og bláu, en hann er þarna í bláu. En aðrir útileikmenn Kristinn Hrannar Bjarkarsson, Þorvaldur Tryggvason, Stefán Darri Þórsson, Breki Dagsson, Vilhelm Pólsen, Sigurður Þorsteinsson, Kristafur Dagur Sigurðsson, Rokkvi Dahl Kristjansen, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson, Kjartan Þór Júlíusson, Reynir Þór Stefánsson, Arnar Snær Magnússon og Stefán Orri Arnalds. Þjálfari Fram er svo sjálfsögðu Einar Jónsson. Það má heldur betur segja það að innkoma Einars aftur inn í Samirina hefur reynst mjög vel hér upphafið, Baldur. Já, verið mjög jákvæð á bara allan hópinn verið störu og það bara verið störu að ná því besta úr þessum öllum leikmönnum bara. Já, þetta er alltaf ótrúlega skemmtilegur þjálfari og ég get alveg vel trúið að það sé bara ótrúlega gaman að vera í hans hóp. Já, heldur betur. Svona smá Mourinho-feelingur í honum. Allir saman gegn heiminum. En kíkjum við á lið KA. Í markinu þar er Niklas Satswell með rétt tæplega 10 varða bolta með þeirri leik og hann finnir sig vel í dag. Með honum í markinu er svo Bruno Bernat sem hefur komið ágætlega inn þegar þess hefur þurft að halda. Kíkjum svo á útileikmennina, þar er Óðinn Þór Ríkarsson, Patrekur Stefánsson, Númer 6 Arnór Ísak Hallsson, Númer 10 Skarphéðinn Ívar Einarsson, Númer 11 Ólafur Gústafsson, Númer 13 Einar Rafn Einsson, Númer 17 Pætur Mikkjalsson, Númer 21 Jón Heiðar Sigurðsson, 22 Arnar Freyr Ársalsson, Númer 25 Allan Norberg, 28 Einar Birgir Stefansson sá danski, Númer 33 Jóhann Geir Sævarsson og 41 Haraldur Bolli Heimisson og 44 er Ragnar Snær Njálsson. Þjálfari KA er svo sjálfsögðu Jónatan Magnússon. Alltaf verða klárt hér í KA-milinu.
eins og segi, tvö lið sem að ætla sér heldur betur 2 stig í dag og Framhaldi geta komið sér í heldur betur góða stöðu með sigri og meðan KA-liðið ætla að koma sér aftur inn í hennan svona 8 liða pakka sem er þannig að berjast með að vera í úrslitakeppninni og þar ætlum við að vera. Já, klálega. Það er bara mitt hérna hörku keppni þann pakka núna og ég held að sé mitt allavega einhver 10 lið sem segjast vera í þessum pakka. Já, það er, maður kannski segja að það séu nýliðarnir í HK og Víking sem svona eru líklega til þess að enda í þessum 2 sætunum en hin liðin vilja ætla sér öll að vera í þessum úrslitakeppnispakka en því miður það hefur bara 8 lið sem fara þangað. Já, já. En nóg eftir þessum vetri eins og fyndið að einhverjir tala vandamál hér og þar. Það eru bara búin 6 leikir af 22, það er sko heldur betur nóg eftir þessu tímabili. Já, heldur betur. Sjáum við þetta stöðunni í deildinni. KA í 8. sæti fyrir þessa umferð. Já, það var ekki alveg rétt talað hjá okkur en KA-liðið er með 4 stig. Það eru Framhaldi sem byrja með boltann. Mætti fara af stað. Já. KA-liðið byrjar í svona sinni hefðbundnu 6-0 vörn og í markinu byrjar Bruno Bernat. Niklas Satsvel við einhver meiðsli að stríða og það er það bara vonandi að Bruno stígi upp. Kemur þetta hörku sko og Bruno tekur fyrsta boltan að sjálfsögðu Bruno Bernat. Sér hérna við Vilhelm. Patti keyrir á þetta svona Einar Rafn inn í hornið og þetta er lítið færi en það er hárrétt að róa þetta. Já, seinnibyggingin ekki alveg að virka en við ætlum að stilla upp á nýtt. Já. Já, ég er svona vonað að við náum að keyra eins eitt hraðan í dag. Við erum bara í smá vandræðum með uppsettan sóttanleik og kemur þarna Ólafur Gústafsson minnir að hressilega á sig. Hann getur þetta svo sannarlega sóttanlega líka. Mikið tala um hann sé orðin aðalega varnarmaður en þetta getur hann alveg. Og fyrsta markið er gult og blátt. Já, en við sjáum að þeir byrja með Arnór í markinu. Já. Ég hef haldið að Valtýr myndi byrja en það er áhugaverð. Já, en ég segi það er þetta Skarfinn skildið að vanti hann Lalla í markið á framörunum en búinn að byrja tímabilið gjörsamlega frábærlega. Já, hann er stór póstur í þessu liði. Heldur betur. Og aftur með Bruno en frákastið er hjá honum Þorsteini sem að skorar fyrsta mark gestanna. En Bruno að byrja vel. Já, byrja mjög vel. Einar Rafn í tíma pláss þarna leysir svo í kjölfarið en kemur lítið út úr þessu. Einar Rafn heldur betur verið að fá á baukinn í þessum fyrstu leikjum en er að mæta honum ansi framalega og taka pasta á honum. Enda svona okkar helsta skytta. Já, við verðum þá að reyna að nýta okkur það og búa til aðeins svæði í kringum það. Já, sammála því. Eða losa hann. Það fyrir bara fleiri að stíga upp. Þannig að þú getur ekki bara mætt einu manni og hann er lokað á okkur. Og það er spurning hvort að Óli Gústi, sá maður, hann er að byrja fyrir víkum krafti. Ólafur Gústafsson, þetta líka mér. Virkilega skemmtileg karakter og það er bara frábært ef hann er orðinn heill heilsu og getur verið 100% bæði í vörn og sókn. Já, við þurfum á honum að halda. Já, heldur betur. Já, það er bara fín stemning í K-milinu. Ungir flotti strákar sem eru á trommunum hjá okkur og hérna kemur aftur mark frá honum Þorsteini Gauta. Hann er aðeins að draga vatnin hjá þeim núna. Mikill hasar á línunni.
eins og það kemur ekkert óvart það í rauðspjald hér í kvöld. Þeir eru svona 2 lið sem að einbytta svo oft meira varnarleiknum, ætla sér sigur í dag. Þetta verður alveg fast leikinleikur. Já, ég alveg get búist við að það verður komið núna fljótlega alveg svona nokkur hörkubrót. Já, og gæti líka alveg verið hitt að milli Jonna og Einars á bekkjunum. Já, þeir eru hástriðufullir menn. Já, það er bara gott. Já, að losna. Ólafur Gústafsson komið með þitt 3. mark úr 3 skotum. Já. 4 mínútur rétt rúmlega búnar og okkar maður komið með 3 af 3. Það endar í væntanlega ansi hárið tölur, heldur við áfram svona. Stefán Darri yfir á skiptuna en það er að Þorsteinn sem finnur línuna og það var vel klárað. Þorvaldur skorar sitt fyrsta mark, Bjarnar hittir 3-3, Óla Gústafsson heldur sig gangandi og brotið Einar Rafni. Já, pínu heppni þannig kannski. Já, sko var svona að missa boltan þegar Þorsteinn fyrir aðeins í hann. Já. Við erum svona býður ennþá eftir í að Einar Birgir og Einar Rapp þeir svona fari virkilega að ná að tengja betur. Einar rosalega góður að mata línuna. Já. Og það er bara eitthvað sem mun koma þegar líður hans á veturinn. Brotið á Einari Rafni. Höndi komin upp, nú þurfum við að fara að hefja árásina. Kemur Óli, sendingar verða búnar, kemur skotið frá Patta, það er varið. Já, fyrsti boltinn hjá honum Arnóri í markinu. Já, þetta var ekki góð sókn hjá okkur. Já, við erum varla byrjuðum hana. Það var voða rólegt. En þá geta Framarar náð forystunni í fyrsta skipti í kvöld. Það má búast við bara jafnt á öllum tölum hér í kvöld. Það kemur þetta lítið óvart. Leikir þess að liða verið virkilega jafnir og spennandi síðustu ára. Þetta skot frá Stefáni Darra framhjá. Boltinn hérna á Óðinn inn á línuna og Einar Danski með skot sem er varið. Hann er heldur byrjað að verja Arnór. Þetta skot svo í stanna og upp í loft frá Þorsteini, mikill hraði í þessu núna. Já, getum alveg búist við því að það verða nokkra svona sóknir sem við fáum að fá smá hraðan, svo meðan á milli erum við að fara að reyna aðeins að stýra tempóinu. Já. En það er spurning hvort við náum að keyra aðeins upp í þessa seinni bylgju sem við erum sambúna eða hraðalupinn sem við viljum fá. Já, vel getið Einar Rafni, frábær hreyfing hjá honum og Þorsteinn, hann situr bara eftir með sárt ennið þarna. Fyrsta markið á Einar Rafni. En ég ætla að fara að segja að uppstilltur sóknarleikur er svona kannski ekki endilega aðalsmerki þessara að tekja liða, en þá kemur Einar Rafni með þessa gulla hreyfingu. Þannig að já, ég er sammála því að svona að lið sem er að keyra betur upp hraðan og refsa með röðum upplöpum, það er kannski það lið sem vinnur hér í dag. Já, ég held að það sé klárlega verður munurinn í dag. Já. Fínt varnarleikur okkur Stefán Darri, losar hann á Þorsteinn. Það lítið að vera. Höndi komin upp hérna, Stefán Darri keyrir á þetta til ruðningur, ekki nokkur spurning, frábær vörn hjá Óðinni og Einari. Þarna sáum við liðið vinna sem heild í vörn. Heldur betur og hann kemur sending sem var að tala um. Einar Rafn inn á Einar Birgi og Einar Birgir skorar. Þetta verður deadly samvinna hjá þeim nöfnum þegar líður á tímabilið. Þeir fara að þekkja betur inn á hvort annan. Káa leiðir 5-3. Fyrsta skipti 2 marka munur á liðunum. Já, við erum bara að leyfa frömmun að koma svolítið nálægt. Kemur Þorsteinn Gauti á
Það er kannski akkurat sá leikmaður sem má ekki koma svona nálægt. Já, við erum dálítið mikið að einbýla núna að stoppa Vilhelm Poulsen og enda kannski skiljanlega. Já, skiljanlega, búin að vera frábær í byrjunum tímabilsins. Já, það er ekki bara langmarkasti maður í deildinni, síðastri tjekkaði allavega. Já. En Þorsteinn Gauti þetta líka frábær skytta og hann er alltaf komið með 3 mörk af 4. Og var líka sá sem að mataði hann Þorvald á línunni. Þannig að ég er kannski að breyta áherslu að loka meira á hann. Það hér upp að leik, svo aftur finnur Einar nafta sinna á línunni, það er varið frá honum. Og Þorsteinn Gauti bjargar hérna þessu, næri að halda boltanum. Já. Jonni lætur menn aðeins heyra. Eins og menn vita það að það er bara gríðarlega mikilvægt stig í húfi hér í kvöld og það mun öll þessi smáatriði munu skipta hellingsmáli þegar upp eru staðið. Kemur Stefán Darri og Bruno Bernat sér við honum, frákastið hjá Einari Rafni og ná við setjumökinni. Kemur Patti Óla Stefánsson, Óla Gúst fyrirgefið og frákastið hjá Einari Rafni. Ég er alveg ruglar hérna. Einar Birgir tekur frákastið og skorar. Það er ekki bara leikmenn sem þau þurfa að finna taktinn. Óðinn Silliboltar þurfa fram og svo Arnar í gegn. Frábær hreyfing hérna í rammanum hjá Arnóri sem að sér við Arnari. Kannski bara skautið að fyrsta tempóið þarna og hefði ekkert að sjá á löppum að fara upp þarna Arnar. Já, við erum núna búin að klúra einmitt nokkrum dauðafærum. Það sem Arnór er búin að vera er að hérna bjarga eiginlega framhjörunum því að einmitt sóknin okkar búin að vera frábær í byrjun leiks. Já, það gengið mjög vel að opna framvörðina. Það var bara ein sók sem gekk illa og þá hérna kom höndinu upp, annars erum við búin að ganga mjög smurt. Þorsteinn lendir að ragga og gerir þetta vel í að losa boltanum á línuna en það er uppkastið. Já, við tökum þetta gullspjöld glaðir. Allan daginn, Einar Rafn Eiðsson með gullspjald. Annars finnst mér að þessi gulur spjöld í handboltanum svo fyndin hafa afskaplega lítið að segja. Spjaldið fór á Óla. Já. Skiptir kannski öllu máli. Áfram með smjörið. Þessi vörnina búin að vera flott núna undanfarið og Bruno búin að klukka nokkra bolta og við náum að halda því áfram. Það er klálega komið skref en hann sleppti með þetta. Bruno með varðið bolta. Það er búist við að Vilhelm myndi fara að fá fríkastið en hann var búið með skrefin í kontakti en áfram með smjörið bara Einar Rafn. Ætlaði þarna sendingu niður í hornið en gekk ekki hjá honum. Vilhelm Poulsen losnar hann og þetta er virkilega góð færsla bolta og markur horninu. Já, Kristoffer Dagur klárar þetta vel. Já, úrvalsfærið hérna. Sjáðu þau, þarna var gjörsamlega keyrðu við allir í Vilhelm Poulsen og hann losaði boltan á hárjum tíma. Þarna sjáum við bara mitt hvað þessi 20 boltar sem við höfum verið með og marga á þessu tímabili geta verið rosalega dýrir. Já. En þetta er búin að vera fáir í kvöld hingað til og við skulum vona að það sé bara áfram málið. Já, Haraldur Bolli Heimir sem kominn á línuna hjá okkur. Þarna, já, flott. Losnar inn. Já. Þetta gerir hann frábærlega. Fastur bolti í slána, gólfið slána inn. Já. Arnór búinn að vera geggjaður til að byrja með leikinn fyrir framarana með 5 bolta varða hingað til en hann átti ekki möguleikið þennan. Nei, og sá hann líklega aldrei. Einar Rafn að minna vel á sig, komið með 2 mörk og voru keimlík. Milli 1 og 2. Stefán Darri kemur við miðuna, svona Vilhelm. Tilbaka á Stefáns, Raggi lendir í vandræðum og þetta er tekjundabrótið. Já,
Raggi var búinn að missa alveg af Stefáni og átti bara að láta hann vera. Já, við sáum að Rókvi var svo líka komin inn á línuna hjá framárunum. Já. Og þeir ætla að setja Breka svo inn á líka núna í yfirtölunni. Þorsteinn Gauti, þótt hann sé búinn að vera sjóðandi heitur, það hérna aðeins að hvíla. Já. Eins og ég held að þessi leikur verður stál í stál og það verður rosalega mikið, bæði sóknarlega og varnarlega, það mun reyna mikið af menn, þannig að það var klókt hjá Einari aðeins að stýra álaginu strax. En ég held að þetta sé líka, úr því sem ég sé hjá frömmurunum í vetur, þá þetta aðal línan hjá þeim fyrir yfirtölu. Þá villan með Breka mitt, þarna sést sem ástæðan fyrir því. Já. Frábær að velja, en svo líka með mann sem frábær að verja. Bruno Bernhard. Já, Bruno Bernhard kom með 5 varðabolta. Hann með 50% vörslu. Hann má halda því áfram í dag. Já. Það væri stórkostlegt. Allt yfir 30 er bara virkilega gott hjá markmönnunum. Eins og Niklas Satsvel ekki alveg klár í slaginn, þannig að það mun mæla mikið af Bruno. Patti við það að fá vítið þarna, en þeir steppa með þetta. Sjáum að Pætur komin inn á línunni hjá okkur. Já, það þriðji línumaðurinn innan við korteri hjá okkur í sókninni. Það búið að vera mismunandi línumaður síðustu 3 sóknir hjá okkur, já. Hendi komin upp, boltinn inn á Pætur. Já. Hárrétt. Sáum að Sigur Hjörtu var að byrja að bruna tilbaka, en svo var með þetta allt á hreinu, tveggjarnar brottvísun, ekki nokkur spurning. Á Stefán Darra sem alls ekki sammála. Ég held að það sé bara hárrétt, menna þú sérð bara strax á Pætri, hann í engu jafnvægi af því að það bara honum rík haldið þarna. Já, ég held hann er að koma hendinni, Stefán, framfyrir, hann er að nota vinstri hendina til þess að tósa hann aðeins til. Og það þarf nú alveg svolítið á hann Pætur, hann sterkur strákur. Þannig að þetta sé bara rétt. Já. Ólafur Gústafsson inn á línuna, inn á Pætur og Pætur setur hann slána út. Það var velgerð voru fljótar að nýta okkur liðsmunnin, en skotið því miður ekki í netið. Og framararnir með aukamannsókninni. Það er spurning hvort það sé aftur Breki sem á að velja. Hann að finna Ólaf hérna í horninu. Inn á línuna, þetta er virkilega vel gert og Rókvi klárar þetta frábærlega. Kom þetta með góða blokkeringu á Ólaf Gústafsson sem endaði bara í gólfinu. Já, það er gríðarlega erfitt að eiga stuðið Rókva og línunni þeirra. Men langsniðast með að sleppa honum bara þegar hann fær boltan í hendurnar, sko. Já. Ef hún ekki að vinna það fram fyrir hann, þá er bara best að láta hann vera. Hann líka bara eins og Rókvi kemur Ólaf Gústafsson. Já, gott að við erum aftur að finna Óla. Já. 4. markið hans. Þess vegna að segja með Rókva, sko, að það er ekki bara að hann er nautsterkur, þá líka hann dansar alveg á línunni og sér hvað hann kemst upp með hjá dómurunum. Þannig að það er oft rosalega erfitt við að eiga við hann á línunni. Já, ég held að þessu fáir sem eru einmitt svona sterkir og háir með þennan þyngdarpunkt. Það er kannski Kári. Já, þeir kannski ekkert ósvipaðir. Pætur sleppur þarna. Það fylgdi aðeins svo mikið þarna með eftir á. Og klálega búið að brjóta. Það var algjör óþarfi, en sem betur við sleppa með þetta, en hann er örugglega á gráu svæði núna. Svo var gáðan smá tiltal þarna. Breki með gulla sendingu, en Rókvi var bara ekki vakandi. Patti ætlaði að koma boltan áfram hann í horni, gekk ekki, kemur svo sjálfur með skotið. Hann er í þessu Arnór, en Patti skorar. 9-6, þetta er búið að virkilega flott í kavaliðinu. Og þeir reynir að stela boltan, gengur ekki, og Breki setur boltan svo í stöngina út. Gerði þetta mjög vel, sá að hann var með færi en ekki niður í horninu.
en skotið stöngin út. Já, Bruno að gera líka rosalega vel hvað hann mætir hún vel út, lokar færinu. Bruno náttúrulega gríðarlega efnilegur strákur og vonandi bara hann náði að halda áfram að sýna það í vetur að hann klár í slaginn hér í efstu deild. Kemur þetta gullaskoti Einar Rafn Eiðsson. Hann með svo svakalegan úlnlið og Einar Jónsson, þjálfari Fram, tekur leikhlé í stöðunni 10-6 fyrir Káa. Káa kom með 3 mörk í röð og þetta lítur bara ansi vel út. Já, heldur betur. Skitturnar okkar virðast vera bara heitar í kvöld og vörnin búin að halda svona þokkalega. Bruno heitur fyrir aftan líka. Mér finnst vörnin bara líta mjög vel út. Á 6 mörk á 17 mínútum og þessi mörk sem við hafa að skora hafi verið skotur utan frá Þorsteini að miklu leyti, þannig að ég finnst bara í heildina vörnin líta bara helvíti vel út hjá okkur. Já, en það sem ég kannski líka bara rosalega ánægð með það að þessi 4 mörk sem hann fá frá Óla. Já, sammála í Óla Gustafsson, einmitt markahæstur með 4 mörk. Og þar á eftir kemur Einar Rafn Eiðsson með 3, Einar Birgir með 2 og Patrik Stefánsson með 1 mark. Já, gestunum þar Þorsteinn Gauti markahæstur með 3 mörk, svo Þorvaldur Kristófer og Rókvi allir með 1 mark. En já, eins og núna að losna meira Einar Rafn af því að eins og Óli Gústi búin að minna hressilega á sig með 4 mörk og þetta ætti bara að auðvelda okkur sóknarleikinn. Já, hann fær smá pásu núna. Ég sýnist Jón Heiðar alltaf kominn á miðjuna og Patti fyrir skyttuna. Já. Þeir eru sókn. Já, Jón Heiðar kom inn í síðustu sókn hjá okkur. Já. Og Jón hefur líka alveg sýnt það í byrjun vetrar. Hann getur líka alveg tekið að skarið og séð markaskoruna ef á þarf að halda. Já, heldur betur. Þó að hann svo sem klálega njóti þess meira að búa til fyrir aðra, en þá getur hann líka raðaði mörkunum. En sjáum hvað Einar Jónsson hefur hent upp fyrir gestina. Sjáum hann að Vilhelm Pólsen komin út af. Já, það bara alltaf lítið komið út úr honum. En það fær hann Kjartan Þór aukast. Það lenda bara í hálf vandræðum en fekk fyrkastið. Að finna að Rókva gengur ekki laus bolti hjá Bruno. Bruno bombar hann fram á Óðinn fyrir galopin. Og Óðinn skorar 5 marka munur. Óðinn Þór Ríkhardsson kominn á blað og Bruno Bernat með flotta sendingu. Já, mjög vel gert til Bruno. Enn breki að þetta bolta ganga vel en menn eru vakandi fyrir þessu, loka strax á hornið og Fram að þeirra byrja upp að nýtt. 4 marka kapli hérna hjá Káa. Kemur þetta skot og Bruno bara mættur og nær. Og við komum inn Sindibyrginni, frábærkafli á okkur, kemur þetta skot sem að einhvern veginn endar í markinu hjá honum Patta. Smett hitt í ardan í markinu, boltinn skoppar í markið. Patti með 2 mörk núna í kvöld sem eru gullfalleg. Stundum þarf þetta bara að vera fast. Og Patti getur alveg skilað því. 19 mínútur rétt rúmlega búnar og Káa skyndilega 6 mörkum yfir. Og þeir eru í bullandi vandræðum gestirnir núna. Við halda boltanum. Þetta má ekki. Á finna Rókva þarna og Rókvi 1 á Einar Rafn og það endar yfirlega svona já með marki fyrir gestina. Þarna sáum við Rókvi stóð bara og bara nánast heigði sig út í boltan. Já. Og það eins og ég sagði hann, það ekki möguleika að stoppa hann þegar hann fær hann í hendurnar. Færa líka í sko, þetta gerði hann móti Einar Rafni sem skitta hjá okkur og að spila bakvörð sko. Já. Pælir því þegar hann leggst á hotnamennuna, eða hotnatittina. það verður eitthvað að sjá það. En Káa í sókn hérna Einar með skotið af vörninni við fáum hotkastið. Já, við erum aðeins og fara núna þétt inn á miðjuna hérna núna. Já. Kemur leysingin frá Óðunni, höndin uppi. Patti losnar aðeins hann, kemur Jón Heiðar og það einfallega allt inni á okkur núna. Jón Heiðar Sigurðsson kominn á blað.
Já, það allt annar andi yfir liðin okkar hér í kvöld heldur en í síðustu leikjum. Já, við erum að sjá mun meira af bara liðsheild. Já, menn er bara nummer 1 og 3 bara að hafa gaman að þessu. Já. En það er kannski ekki annað hægt, staðan ansi góð. Við þurfum að halda áfram að hamra járnið með það heitt. Þorsteinn losar hann en það þetta gerir Breki frábærlega, losar hann á hárréttum tíma inn á Rökkva og Rökkvi skorar leið og hann sá að menn litu af Rökkva þá kemur hann boltan á honum og Einar Rafn í þröngu færi, hann skorar með geggjaðri snuddu þarna. Já, það er einfaldlega allt inni núna. Arnór Máni byrjaði leikinn af krafti en nú er komið 7 skot í röð sem K.A. hefur skorað úr. Já, Einar og Halli er að senda Valtýr í að hitta upp. Já. Breki, flott vörn í óðunnið þarna. Já, en núna þurfum við aðeins að fara að loka línuna. Það er aðeins, framarnir er búin að finna Rökkva þarna. Já, það er samt eiginlega eina sem gengur upp hjá þeim. Já, þannig að það var gott ef við náðum að stóða það. Já, sammála því. Breki, þá koma virkilega sterkur inn. Og svo kemur þetta skot, klálega brotið á 2 mínútna brotið svona á Pætur. Þetta er svona eiginlega kannski, eins og segja, hálf uppsafnað. Það var ekki ljótast að brotið heimi hjá honum en hann var svo rosalega tæpur á hann. Þannig að ég held að hann hafi unnið fyrir þessu. Svavar gefur merkjum hann á að hitta hann í andlitið. Ég sá það ekki. Ég er ekki viss um það en hann vissulega ítir full mikið eftir Kjartani þarna í loftinu. Já. Þannig að ég get alveg skilið brottið svona út frá því að hann slapp á hann en ég er ekki viss með að fara andlið á honum. Nei, framararnir ætla með 2 línur. Þorvaldur fyrir gefur Tryggvason. Ætlar að koma inn í vinstri og fer þarna inn á línuna. Já. Og við sjáum það aftur Breka vera að velja. Já. Bíðum ennþá eftir að Óli óheiðarlega í hægra horninu fái tækifæri. Það er að segja að hann fái allavega færi. Já, við vitum hvað hann getur og við ætlum ekkert að leyfa honum að fá færi. Mikill kringlumaður. Þetta er komið aftur af stað. Kemur Breki, losar hornið. Þetta er vel gert hjá honum og þeir skora. Þeir eru virkilega fljótir að þessu. Já, Kristófi Dagur. Hann er búinn að eiga fína leik, 2 mörk úr 3 skotum. Iðulega er það Breki sem er að opna fyrir hann. En K.A. með aukamannsókninni. Þetta er manni færri. Þá er hann yfir Jón Heiðar Sigurðsson sem þarf að velja hjá okkur. Kemur Einar á Patta, Patti konar miðina. Jón Heiðar, fín hreyfing á mið. Missir boltan en Arnar nær honum höndinu upp eins og í staðinn. Brotið á Jóni, klókt, vinna smá tíma og aðeins að við náum að anda, stilla upp. Óðinn skiptir Bruno inn, þannig að nú er ekki lengur með markið aukt. Kemur þessi sendingi yfir hornið, lítið með að vera, boltan endur á okkur, hárrétt, sendingar það einfallega búnar. Og framarnir, áfram manni fleiri. Kemur Rökkvi og skorar. Já, þeir eru að nýta vel þennan kafla, manni fleiri, vinnan 2-0. Og þá er hann Valtýr Már kominn í markið hjá gestunum. En segja Arnór sem byrjaði vel, ekki búinn að klukka bolta í svona tíma núna og skiptingin því svo sem alveg mjög skiljanleg. Já, og við sjáum að við fáum Óla aftur inn. Hann er búinn að fá smá hvíld. Já, Einar á Óðinn og frábær varkvarsla þarna. Já, Valtýr ekki lengi að klukka sem fyrsta bolta. En ekkert að þessi að reyna þetta hafði Einar í Óðinni. Nei, þetta var mjög vel spilað. Útvært. Vel gert hjá danska, kemst inn í sendinguna, bolti fram á Óðinn, sendir hann á félaga sinn Arnar og Arnar skorar. Já.
stutt á milli, framvarnir vitt að koma boltan á línuna, við náum að klukki boltan og refsa með hröðu upplöpi, frábærlega gert. Já, þetta einmitt eins og við töluðum í bara byrjun kvölds að hvað þetta yrði mikilvæg mörk. Já. Og við erum búin að fá þau núna nokkur í fyrirháleik. Já, enda þessi vörn er búin að vera virkilega góð á mestu leyti og Bruno Bernhard með, 6 varðabolta. Stefán Darri missir boltan en þeir ná að bjarga þessu Breki nær endanum. Virkilega góð vörn Óla þarna. Sammála því. Stefán Darri á Breki er að valda okkur alls konar usla. Kemur Vilhelm Pálsen, lítið að vera hérna. Höndin er líka uppi. Rókvill, laus bolti, Einar Rafn stelur honum, kemur honum áfram. Náum við sendingunni. Einar Rafn með mikið pláss, kemur sér í gegn. Vindalega víti á 2 mínútur, ekki nokkuð spurning um það. Og annars skipti á Stefán Darra. Já, Stefán á bara að vita betur. Hann er búinn að vera í þessi bolta svo lengi. Hann á bara að vita miklu betur. Í þessari stöðu átti að láta manni fara. Já, það er stránglega að banna að snerta manni í þessari stöðu. Það er alltaf endar sem svona 2 refsing. Ef hann skorar þá ertu með víti og 2, ef ekki þá er þetta víti. Ef hann skorar á þetta Brottesson og ef hann klikkar þá er þetta víti á Brottesson. Já, Óðinn Þór á punktinum. Getur komið sér aftur í 6 mörk. Ó, sáu þið þetta, ískaldur á punktinum. 16-10 fyrir KA, erum strax búin að svara fyrir hennan kappa sem Framhald komið með manni fleiri áðan. Og nú eru Framhaldi manni færri. Og komum með aukamann í sóttina, það er hann Þorsteinn Gauti sem kemur inn í skyttuna. 4 mínútur rétt rúmar eftir af fyrirháleiknum, mikið að halda þessi forskoti, jafnvel bæta við af, en það eru við fleiri. Og slög sending frá Þorsteini hérna fyrir aftan Vilhelm. Óli, þeir ná skiptingunni en hann er ekki skotinu allan völlin. Stoppar ekki Einar Rafn að hóta skotinu enga síður. Skemmtilegu karakter, virkilega skemmtilegu karakter Einar Rafn Eiðsson. Einar kemur svo með skotið, hótaði sendingunni, skaut svo á síðasta tempónu þarna og klárar þetta frábælega. 3 mörk í röð KA, 17-10. Framarnir eru bara í alls konar vandræðum í KA-milinu. Og svona loksins erum við farnir að spila þannig að við erum farnir að nýta okkur betur og betur og vera manni fleiri. Já, það er búið að vera eitt af svona hlutum sem hafa verið að fara úrskeiðis hjá okkur á byrjun þessa tímabils. Já. Og virkilega gaman að sjá að menn eru að nýta það hérna núna. 2 mínúta Brottesson þarna og Einar Birgir Stefánsson heldur þarna utan á Rókva en... Já, ég held fyrst að hann var að dæma þetta á Óla. Óli held ég líka. Já. Nei, sko, ég skil alveg Svavar og Sigurð Hjört dómara að þeir ætti að bara að passa þessi leik og það endi ekki í einhverju rugli. Já. Þannig að menn komast ekki upp með neitt. En á sama tíma þá eiginlega vill maður sjá smá fæting. Handbolti á að vera snerting án íþróttar. Já, það er... Svo sem við segja. Það getur oft verið gaman þegar það er smá hitt í þessu. Jæja, að gera Framararnir, höndin uppi, Breki upp, reyna að finna línu, gengur ekki, Óðinn. Þetta er virkilega vel gert hjá Þorvaldi að ná honum, hann er eitthvað slasast við það að ná boltanum hann en góð fórn hjá honum. Lúrði Óðinn við hliðina á honum, ætlaði að ná boltanum. 4 sendingar, sýnir mér Svavar merkjum. Já. Höndin er uppi eins og segi, 4 sendingar, spurning hvar það enda, Breki upp. Og Bruno ver, og frákvæmst er í Óðinni, og við keyrum í bakki á þeim. Nei, þá ákveðum við að slaka róa hérna. Já, mikið rétt, þetta er hárrétt ákvörðun. Ég held samt að við hefðum alveg geta komið okkur í úrvalsfærið þarna, við vorum við ekki bara 4 á 4 þarna. Já, en meðan við erum með danska út af í 2 mínútur, þá sniðar að bara, og höfum þetta forskot sem við höfum. Já, vissulega mikið til því. Kemur Einar Rafn. Enn og aftur að fara milli 1-2 en Rókvinn er að stöðva hann.
Höndin strax komin upp, við erum fullengja þessu. Já, við vorum með frekar lágt tempo í þessari sókn. Kemur frábær skot frá Einari en sá vakandi í markinu af Valtýr. Og skotið við allan völlinn og það fer yfir frá Breka. Þetta getur heldur betur talið. Já. En honum til haps þá ekki lengur hætt þessu í seinni. Þannig að það sleppur með skrekkinn þarna. Já, þetta núna fáum við að klára bara út þennan tíma sem við erum einum færi. Já, við þurfum að muna það að halda áfram sóta tempónu okkar. Og aftur skotið allan völlinn og núna sleppum við eins og það ekki með skrekkinn. Þetta var ansið örugt hjá honum Valtýr. Já, þetta var, já. Þeir svona eiginlega það sem mátti ekki gera þegar þú ert manni færri. 50-50 bolti á línu. Já. Já. Og Valtýr Már kominn á blað. Þá tekur Jonni leikhlé fyrir KA, rétt rúmlega mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Og við kíkjum ekki bara betur á tölfræðina í hléinu. En staðan vissulega góð, en við þurfum að halda áfram því að Framarandi gefast aldrei upp. Og þetta er fljótt að breytast í handboltanum. Já, klálega. Ætli við fáum ekki að sjá bara jafnvel þokkalega langa sókn. Við náum ekki að spila út þessa mínútu og 6 sekúndur sem eftir en slíkt, en þetta verður athyglisvert að sjá hvað Jonni ætlar að setja upp í. Já, það eins og komum við fullskapa lið aftur. Og, já, þetta er áfram Arnar Freyr í vinstri horninu, Ólafur Gústason í vinstri skyttu. Patrekur Stefánsson á miðjunni, Einar Rafn í hægri skyttu og í hægra horninu er svo Óðinn Þór og Einar Birgir sá danski á línunni. Þessi sóknarleikur búinn að vera á allt öðru plani hjá okkur núna. Þetta er í síðustu leikjum. Kemur Óðinn hérna með boltan, setur hann Einar sem er á miðjunni. Óli röngum megin höndi bara strax komin upp. Kemur þetta skot frá Ólafi Gústasinni, það eins og var ekki á ramman. Og Framandi fá þetta hálfa mínútu til þess að laga stöðuna í 5 mörk fyrir hlé. Já, við fórum í sama kerfi og við byrjum mikið í leiknum. Náðum að losna fyrir Óla en það gekk ekki upp núna. Nei, það var svona höndið að góðinu upp. Þetta var kannski endalega hans besta skotfæri í kvöld. Hann hefur Vilhelm heppnina með sér og við náum ekki að refsa þeim. Kemur skot fyrir að patta og hann var ótrúlega nálægt því. En já, Vilhelm Poulsen kemst á blað á 11. stundu hér í fyrri hálfleik og minkar stöðuna í 17-12 sem eru hálfleikstölur. Og Einar Jónsson, þjálfari Fram, er eitthvað ósáttur með þetta hungestan til þessa. Það hann setja út á ekki alveg viss. Það er reyndar skemmtileg garda sem hann hættir alltaf í sér heyra. Já, hann hefur verið duglegur, þekktur fyrir að vera duglegur í því en hérna búinn að vera bara mjög rólegur eiginlega þetta tímabili. Já, ég verði ekki, ég hef alltaf haft ótrúlega gaman á honum. Já, sama hér. Og ég verði ekki, ég held að það sé bara ótrúlega gaman að vera leikmaður í hans röðum. En Framararnir ná að skora sér 2 mörkin í fyrri hálfleik og laga stöðuna úr 17-10 í 17-12. Það heldur þessu svona ennþá þokkalega opnu hérna fyrir seinni hálfleikinn. Já, það er svona, við þurfum að passa það að stöðpa þetta strax. Já, sjáum markahæsti leikmaður hjá KA, Einar Rafn Eiðsson. Búinn að taka svolítið yfir á leikinn. Það var Ólafur Gústason sem að byrja þetta krafti, hann er með 4 mörk. Svo er Óðinn Þór og Patrekur Stefánsson og Einar Birgir allir með 2 mörk. Jón Heiðar Sigurðsson og Arnar Freyr báðir með 1 mark. Og í markinu Bruno Bernhard með 7 varnarskot. Byrjaði að leikinn mjög vel, svo hefði minna reynt á hann.
að Framararnir hafa fundið leiðina fram með honum. Sjáum Framarana, þar Rögnvi Dahl, byrjaði ekki leikinn en hefur heldur betra til sín taka síðan seinni hluta fyrri hálfleiks, kom með 4 mörk og bara að valda mikla musla. Þorsteinn Gauti með 3, Kristoffer Dag með 2, svo var Valtýr Þorvaldur og Vilhelm Pálsson allir með 1 mark. Í markinu byrjaði Arnór Máni með 5 varin skot, síðan fór Hallmundur fæti hjá honum og Valtýr Már kom í hans stað. Hann með 2 varin skot, 40% vörslu. En vissulega munar það vantar þeirra aðalmarkmaðurinn hann Lalla. Já, fyrir utan bara að vera frábær markmaður og hann mikill svona liðsmaður og drífur marga með sér. Já, þetta var stór skemmtilegur karakter og eins og ég segi, það munar það líka bara hettingum inn í klefanum. Já, klálega. Og svona bróður hans líka sem alltaf líka fjarri vellinum, ég trúi ekki öðru en hann mæti líka vera líður á þetta klálega, fylgjast með útsendingunni, trúi ekki öðru. En já, sjáum hérna hálfstölu 17-12, K.A. með 63% skotendingu og Framarar með 52, þarna munar þó nokkuð. Aðeins 1 víti í leiknum, það var K.A. megin og Óðinn Þór skoraði á því. K.A. skoraði mest 5 mörk í röð, þeir bættu stöðunum úr 7-6 í 12-6. Framararnir aðeins skoraði 2 mörk mest í röð og eru einfallega búin að vera í smá basli, með 5 tapa bolta gegn 2, lengri markaþörf hjá þeim. En já, K.A. verið í fórustu 25 mínútur tæpar af 30. Og sjáum svo skiptingu marka. K.A. með 2 hraðalagsmörk, þau gætu vera fleiri og manni fleiri, bæði Leifur skora 3 mörk og Framararnir með 1 mark manni færri. Já, sjáum svo tímalínuna áður en tökum við smá pásu. Sjáum að K.A. leitt allan leikinn fyrir utan þegar það hefur verið jafnt. Framararnir aldrei yfir í fyrri hálfleik og fórusta K.A. bara mjög sanngjörn, myndi ég segja. Já, klálega. Búin að vera sterkari aðilinn og hérna gætu auðvitað verið með stærri mun. Já, eins og það voru 17-10 yfir bara rétt á hann en svo svona datta aðeins niður og svo kannski eru Framararnir núna að ná að opna meira fyrir Vilhelm Pálsson. Hann er alltaf komin á blað og það vissulega mjög jákvæmt fyrir gestina. Og ég trúi ekki öðru en að þeir komi snældu vitlausir inn í seinni hálfleikinn og reyni að keyra þetta upp. Já, við sennilega dettum aðeins aftur til að reyna að loka á þetta línuspil sem er búið í gangi. Já, og þá opnast þeim fyrir Vilhelm. Já, og svona er þetta Þorsteinn Gauti líka. Hann byrjaði að leika með miklu krafti síðan svona við minna sérst til hans. Þannig að þeir eiga hann alltaf líka inni fyrir utan í seinni hálfleik. Þannig að já, ekki fara neitt góður áratu. Við komum ferskir í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá!
Já, allt að verða klárt hér fyrir síðara hálfleikinn. Já, við höfum fljótlega að fara á stað. 17-12 K.A. í vil og K.A. byrjar með boltan. Ég segi framarnir komum sér aftur inn í þetta með síðustu 2 mörkum í fyrri hálfleik. En ég finnst svona að spilum sem K.A. búin að vera heilt yfir bara mjög fín og það er vonandi að strákarnir ná að halda þeim dampið áfram og sækja þessi 2 stig sem við bara í rauninni bara nauðsynlega þurfum á að halda á áframandi baráttu í deildinni. Það verður svo ótrúlega jafnt og spennandi í vetur að ég trúi ekki öðru en að hvert eina stig muni telja ansi mikið þar upp fyrir staði. Já, og sérstaklega hér þessi leiki hér í K-mölinu, við verðum að ná að skila þeim. Já, sammála því. Það er líka bara svo ótrúlega gaman að vinna handboltaleiki í K-mölinu með fólki með sér. En þetta er farið að stað hérna. Óbreytt hjá K.A. liðinu. Já, framarnir fara hins vegar í breytingu. Okkar maður farin á hægri. Já, það víst mér illa á. Óli óheiðarlegi, það er alltaf gaman að hafa hann inn á. Kemur Einar Rafn, þetta gerir hann frábærlega. Sáðu hvað Óli Ghost dró hann vel í sig og þá galótt hans fyrir Einar Rafn. Það endar yfirlega svona með þrumu skot í markinu. Og við vorum ekki lengi að finna leiðina fram hjá Valtý að þessu sinni. Breki inn á línuna og Rókvi í strangri gæslu þarna hjá Einari Birgi. Þetta er bara lögleg stöðun. Og kemur svo sem lítið á þessi áfram að leita að Rókva, eins og vorum að tala um að þetta svona eiginlega opnaði aftur sóttanleikin fyrir fram þegar Rókvi kom inn. Já, hann við vorum búin að vera búin að loka á flesta aðgerðina, svo kemur hann inn og það er búið að gefa þeim smá svona neista í sólina. Já, með því. Hann hafi verið að spila með neistanum þegar hann var í Færeyjum. Það er spurning. Það er að viðurkenna, ég þekki ekki nægilega vel. En færeyrskur handbolti heldur betur búin að vera minna á sig undanfarin ár. Æ fleiri Færeyingar að spila í deildinni og landsliði á mikilli uppleið. Það er bara gaman að því. Já, gefur svo skemmtilegan lit. Færeyjar virkilega skemmtilegt land og skemmtileg þjóð. Breki með allt of mikið pláss og það endar með þessu marki. Já, það var maður alltaf búist að myndi reyna að senda hann á Rókva, hann bara skoraði hann og frábærlega gert hjá Óla Gústasinni, setur boltan á Einar Birgi á línunni en Einar setur hann í stöngina og framandi slepp með skrekkin. Já, við megum ekki við þessu. Já, það var kannski virkilega vel spilað hjá okkur og Breki Ruðningur, hann var alveg búinn með löngu búinn að senda það að keyra hann á þinn allt og senda niður hérna. Aftur finnum við Einar Birgi og þetta er væntanlega lítið brottisun. Þetta var ljótt að sjá. Óli Ghost finnur Einar Birgi á línunni og þar endar þetta. Já, tveggja vinda brottisun á Arnar Snæ Magnússon. Þarna átti bara láta Einar vera framandir eru gjassalega snældu vitlausir, gullspjald á bekkinn. Haraldur Þorvarðarson næði sig það. En sko þarna á samt Arnar bara að vita betur, að láta hann bara vera. Býtu nú við, var það Stefán Darri sem fekk 2 mínútur. Og mér sýndist Svavar lyfti upp rauðu. Já, jú, það er rétt. Svavar var að lyfta upp rauðarspjaldinu hérna. Stefán Darri fekk sína 3. brottisun en ég hélt að hann Arnar Snær hefur nátt brotið. Já, ég hélt það sama. Það er spurning, það sé ástandur fram að þeir eru svona brjálaðir.
Þetta áfall fyrir framarana Stefán Darri Þórsson sem hefur svona svolítið borið upp í sóknarleikinn eða þessi svona borið upp í spilið. Hann bara búinn hér í dag. En þetta, já. Já, breiddin var ekki mikil fyrir utan í sóknarlínunni og fram fyrir en þeir eru með menni í meiðslum þannig að dýrt fyrir þá að missa út Stefán Darra núna. Já, en eins og ég var til ég bara að fara að sjá þetta aftur hvað gerðist þarna. Ég var svo handviss sem Arnar Snær var þess að brotlegi. En þess að ekki gleyma því að gegn IBF á dögunum þá fekk Rúnar Kárason rautt spjald gegn okkur og við það eiginlega hálf mistu við taktinn. Það er spurning hvort að framarnir ná að nýta sér þetta áfall bara til þess að þjappa sér betur saman. Það veit stundum verða að rauðspjaldið hjálpi mönnum. Flott blokkja Halla og Arnar í horninu og setur hann framhjá. Já. Við erum fljótir að líta úr liðsmönnin en við þurfum bara einfallega að nýta þessi færi. Arnar með 2 mörk úr 4 skotum. Nei, hann 1 mark úr 3. Vilhelm Þorsteinn inn á línuna og varsla hjá Bruno. Rókvið, hann fekk bara frýtt skot á endanum, hann var bara að missa jafnvægið. Kemur yfirtalan, aftur fyrir Arnar og Arnar skorar núna, sjálfsögðu, stígur upp. Kemur sér aftur í 6 mörk, 19-13. Að sjálfsögðu, frábært að fá strax tækifæri til að kvitta við klikkið á hann og það gerir hann vel. Já, þetta draumurinn þegar þú tónamaður klúðrar svona færi að fá bara annað, spæta upp fyrir þetta. Algjörlega. Og hann missaði boltan við og Óli Gústir allar völlinn og steinleikur beint í markið, 20-13 og KA-lið einfaldlega að refsa frömmurunum grimmilega fyrir sín mistök hér í dag. Já, þetta einmitt það sem okkur hefur vantað í vetur að refsa þegar við erum fleiri. Já. Og við erum heldur betur að sýna það hérna í kvöld. Já, þetta virkilega gaman að sjá og meira þess að Jonni og Sverrir eru farnir að brosa út í kampinn og setja alveg nýbyrjaður. Þorsteinn finnur Rókva, hann bara gleymdu menn sér algjörlega og Rókvi með sitt 5. mark. Já, Þorsteinn gat lítið hann gert heldur en sent boltan, hann var bara í engri stöðu til að skjóta. Ég skil ekki alveg hvað menn var að gera þarna, menn bara gjörsamlega stoppuð og Rókvi var þarna bara gjörsamlega galopinn. Þetta ekki búið þó að staðan sé ansi góð. Það kemur Einar á Óla, Óli með plássið og þarna þekkjum við Ólaf Gústafsson, hörku skytta og hann kemur brekki og svarar fyrir sig og Rókvi liggur eftir. Já, hann fekk eitthvað hann á högg þannig að hann var á milli Óla og Ragga. Já. Virðist að fengið undir springspaluna. Við gæti verið að hann var hálf klemdur hérna. Þeir voru ansi samrindir hérna þegar þeir fóru svo upp og reyna að blokka skotið. En Rókvi harður af sér og heldur áfram. 6 markamunur. Framarnir eru núna farnir að keyra í bakið á okkur, reyna að skora á þessum seinni bylgjum. Þeir eru bara í blöðlandi vandræðum með uppfylltan sóknarleik og þá er að gera að keyra bara upp hraðan. Já, þeir þurfa, hann liggur meira á hjá þeim einmitt líka. Já, sammála því. Við þurfum bara að halda áfram að spila okkar leik. Ekki reyna að fara eitthvað, ég reyna að vera eitthvað að verja fórskotið. Ég er bara að halda áfram þessum sóknarleik, við erum að búa til góð færi. Já, kemur Einar með smá pláss á Rókva, setur hann aftur á Óla, Patti.
inn á Einar var búinn að leysa þarna og frákasti hjá Willum Poulsen. Þeir finna Rókvi á línu, Rókvi skorar. Þeir fljótt að breytast, 5 marka munur núna. Spurning hvort að Einar Rafn hefði kannski átt að sleppa þessari tilraun hérna skotið aftur við bak, en hann var alveg galopinn á línunni, en sendingin kom svona kannski pínu seint og hann var komin eiginlega úr jafnvægi þegar hann að reyna þetta. Já, tempó var ekki alveg rétt, en á kemur bara Ólafur Gústafsson. Já, Óli kom með 7 mörk hérna. Hann var smá heppni með þessum, og hann fær Einar á 2 mínútur. Já, hætti því, vel gert hjá framurinn að halda alltaf gangandi, finn ekki farið og tekja það á Bottisson. Nei, hann vill gefa þær á Ragga. Já. Fyrir að peysutók á Rókva. Og þetta er Ragnar Ær, alveg Ær hérna. En önnur Bottissonin á Ragga í kvöld. Og Framarnir fá núna tækifæri til þess að koma sér betur inn í þetta. Ég sé bæði lið nýtt yfirtöluna vel til þessa. Já. Breki fara aftur að velja. Þetta var virkilega flott. Já, fín færsla hjá okkur. Breki inn á línuna og enn er Rókvi að valda okkur svakalegum vandræðum. Já, við erum bara ekki að ná að stíga fram fyrir hann. Já. Og ég þetta svona skila vel að menn sé vandræði með það, sérstaklega manni færri. Og ég er svona hálf svona skrítið svona eftir á að Rókvi hafi bara ekki byrjað leikinn. Já, Þorvaldur líka samt búinn að vera mjög góður í byrjun tímabilsins. Það búið að vera bara skiptast held ég svona nokkuð daginn jafnt hjá þeim spiltíminn. Já, reyndar. Kemur Einar Rafn með þessa hreyfingu en Rókvi tekur fast á honum. Mínúta eftir að Bottissoninni. Káa sjálfsögðu með aukamennsókninni. Þurfum bara að halda að sækja á þetta fullmikið niður þegar það eru manni færri. Höndi komin upp. Þarna fer hann í hálsinn á honum og Lækjandi Bottisson. Þetta er ekki sérstæðlega gróft hjá Kristóferi, en hann fer í andlitið á hann og það bara einfallega má ekki Káa í nýja sókt Framarar með mann úta til fljótt að breytast. Hann er, má segja að Kristóf er mjög óheppinn þarna. Já, en Kristóf fer í andlitið á honum og það er bara eins og það er. Og já, Káa með aukamenn í sókninni, ný sókn og vonandi finnum við gott færi. Arnar er galopinn í horninu, það er bara Óli Gúst sem er skítur, en kom að því að Valtýr sá við honum. Já, við sjáum Einar sennilega vill nýta sér það að meðan þeir geta spilað einum fleiri í sókninni. Eða hvað? Breki, hann kemur boltanum hérna á Poulsen, jæja. Það var vel gert hjá Arnari Frey, hann er virkilega góður í bakverðinum. Og þeir eru í smá vandræðum hérna. Já, við náum að koma inn. Já, Káa með fullskipalið. Höndin hýttur verið að koma upp, kemur byrta skoðar Breka, það er víðs fjarri. Og Bruno finnur ekki sendingan fram, þannig að við komum bara í sendibyrgjuna. Einar Rafn keyrir á þetta, losar hann á Patta, Patti. Þetta er hrósa Arnari Snæ hérna. Og svo kemur þetta frábæra varsla hjá Bruno Bernhard. Þetta gerði hann vel frá Kristni og þá tekur Jonni leikhlé fyrir hönd Káa. Þetta er hárrétt að taka leikhlé þarna, við vorum allt of seinir tilbaka eftir þetta og bara erum að hleypa fram með honum, bjóða þeim vel inn í þetta. Já, það er svona smá kæruleysi í gangi núna og menn átta sig ekki á því, það er ennþá nóg eftir að leiknum. Og Framararnir eru ennþá bara með fullt af vopnum þó að Stefán Darri sé úr leik með rautt spjald. Þetta er hvergi nærri búið. Já, mikið rétt, mikið rétt.
Já, við erum líka að spila kannski dálítið langar sókn núna, hvort að það tengist þessum brottvísunum eða slíku, þá hérna spurning hvort við þurfum ekki að fara aftur bara í það sem var að virka í byrjun leiks og byrjun seinni hálfleiks, að spila bara á okkar tempó, ekki vera hérna að reyna lengi einhverja sóknir til að reyna að halda eitthvað út. Það er allt of snemmt að reyna að halda út. Sammála því. Jæja, þá erum við komin aftur á stað hérna. Við erum manni fleiri en áfram í rétt rúma hálfa mínútu. Þurfum bara fyrir að nýta okkur það. Þetta boltan ganga, finna færin. Óli á Einar og að dauða færi í hjarta varnarinn og hann setur hann framhjá. Fékk smá púss þarna en ekki dæmt. Ég held að sé svo sem alveg rétt. Fékk svo sem þokkalega reynt skotfæri. Hann gefur Sigga illt á hana. Æja, framararnir hvað með fullskipalið. Þorsteinn miðjunni, setur hann á Wilhelm Poulsen keyrir á þetta og það er vítakastið. Kom boltann í netti, hann var löngu lendur en ég meina að KR hafi verið í teig hérna og Wilhelm Poulsen, það er hérna vítakast. Þetta er hvað, fyrsta víti framar í leiknum. Já, hann passar. Poulsen á punktinum gegn Bruno Bernat og sketur hann fram hjá Bruno og munurinn skyndilega 4 mörk. 20 mínútur eftir. Og framararnir núna byrjar að gera sem flest liðin hafa verið að gera mót okkur. Það koma ansi uttalega á Einar Rafn Eiðsson í hægri skeytunni á okkur. Og við þurfum þá áfram bara að hafa miklu að halda frá Óla Gúst. Óli tilbaka á Patti á Óla. Óli með pláss núna. Óli inn á línuna en frábær vörn á Breka. Breki losar hann áfram. Settir mikið fín í framlunum. Rókvi í gegn og skorar. Og kemur þessi í 3 mörk. 3 mörk á framverunum. Og ég skil alveg að Jonni hafi smá áhyggjur núna. Við erum að missa mikið taktið núna. Þetta útspil hjá Einari Jónssoni. Það svínvirka hérna eftir rauðarspjaldið. Patti á Óðinn í dauða færi og hann klárar þetta sjálfsögðu. Kemur þessi 4 mörk á ný. Óðinn kom með 3 mörk. Þetta er maður sem maður ekki gleyma að þetta í vörninni. En þetta er þetta svona hættan við að þú ert að koma svona ansi uttalega á Einar. Ef það kemur eitthvað svona færsla á vörnina þá bara er Óðinn þessi frábæri slúttari í dauða færi. Breki losar hann í horni, þetta er vel gert, þetta er vantarlega víti. Já, það var klárað þetta frábærlega klárað í litlu jafnvægi þarna hann Kristinn en sett hann út í stöng á fjær og minkar þetta aftur í 23-20. Þetta er enginn rúsa að mér þegar við eiga það, þeir gefast ekkert upp, enda engin ástæða til þess. Kemur Patti, losar hann á Einar Rafn. Að koma Einari betur inn í þetta. Já, flottu varnarleikur á Kristni. Óðinn með pláss á Rókva og skorar. Þetta var nákvæmlega að segja. Hann er með mikið pláss, hann er miklu kvikar en Rókvi. Hann hafa að nýta þessa stöðu og hann gerði hann vel. Breki út af skotunni, kemur sér í svo næstu því gegn en flott hjálpaði hjá Einari Rafni. Hjálpar þetta nanda sínum Einari Birgi. Já, nú verðum við að fara að sjá smá að við lokum aðeins á. Við náðum allan að loka á seinni bylgjuna en nú vil ég fá að sjá hvað standa þetta. Já. Þorsteinn Gutti á miðunni. Losar hann á Wilhelm.
Hótaði að fá Vilhelm Poulsen meira inn í þetta, kemur þetta skot frá Breka, litlu jafnvægi, Bruno verður frá honum, þarna halda boltanum gangandi, Óðinn, kemst ekki í gegn þarna, við höldum bara áfram þessu flotta tempói, Ólafur Gústafsson með sitt 8. mark, kemur sér aftur í 5 mörk. Siggi gefa smá hérna tiltal. Já, spurning hvað. Hann vil, örugglega meina að það hefur verið smá tilburðir, leikræni tilburðir hana. Já, en þetta er bara klárt að Arnar vantilega enga komin í stöðu, hann kannski óþarfi hvernig hann reyndi að koma sér fyrir hérna. Já, flott vörn. Rólir, stoppum. Já. Þarna fengum við að sjá það sem eitthvað sem er vanalega sagt bannað. Ekki senda á línuminn í hraðalöpi. Já, við að vísu voru nú með leikmanninn okkar aðan Daða Jónsson sem var nú vel bara orðin bara okkar helsti maður í að bera upp boltan í hraðalöpunum. Já. Söknum þess mikið að hann var ekki ennþá í okkar röðum. Já, ég ætla að segja að það er ekki alveg sama með danska og Daða að bera upp bolta. Ég er sammálað því. Daði Jónsson líklega að fylgjast með KA-TV. Æðislegur KA-maður. Þetta er vel gert, frábærlega gert. Innleysingin frá Óðni á móti bolta algjörlega upp á 10 og fær hérna dauða færi sem hann klárar 26-20, 3 mörk í röð KA og þetta er aftur orðið þægilegt fyrir okkur. Já, þetta útspil hjá Einari að fara í 5-1 út á Einar Rafn hefur hérna byrjaði vel en þetta match-up sem hann er að lenda í með Róku á móti Óðinni, það er ekki búið að ganga vel hjá þeim að verjast í og hérna Óðinni er búin að vera einmitt duglegur að koma og mæta bolta á hárréttum tímasetningum og skapa sér þá bara stór hættulega stöðu. Á meðan þá erum við að sjá samt að vörnin hjá okkur er líka aðeins að ná að loka núna á þessar línusendingar sem voru að ganga upp hjá frumvörunum og hérna það er bara vonandi að við náum að halda þessu mómenti ennþá í gangi. Já, við tókum smá tíma að venjast í að framhaldið væri að mæta Einari en ég held að við séum búin að venjast í og spurning hvort að Einar Jón sé með eitthvað nýtt útspil. Já, hann ætlar allavega að taka Valtýr úr rammanum. Já, eins og Arnór náttúrulega byrjaði leikina miklum krafti en svo datt hann niður en það er spurning hvort það sé ekki vera hárrétt að koma aftur inn núna því að Valtýr byrjaði vel. Já, og hann ætlar líka að setja Reynir inn á miðjuna. Já, hann er að reyna nýja hluti núna, það má alveg heldur við að segja það bókstaflega. Rétt. Já. En síðar hálfleikur, akkurat hálfnaður núna. Kemur Vilhelm Poulsen á Þorstein, á Reyni tilbaka. Mikill pakki hérna hjá okkur miðunni en Þorstein sér þetta smá klufu, keyrir á hana og skorar. Fyrsta mark hans í tónleikum tíma, hans 4. mark í dag. Við sjáum að Jonni er núna bregðast við framalega vörninu með að skipta Arnór Ísak inn á. Hann gerði það áðan líka. Já, Arnór er mjög rosalega kvikur, getur sprengt þetta svolítið upp. Skipta hérna Óðinn, leysir svo vantilega kjölfarið, já. Patti, þessi bolti er þetta bara það fastur að fer í gegnum vörnina og Arnar í markinu. Og við setjum Niklas Satsvel inn á hjá okkur í ramman. Já, það er vonandi að Niklas sé bara klár í slaginn. Bruno byrjaði þetta vel, dotti aðeins niður. Já, við sáum Bruno tók sprettinn akkurat í bara miðju skoti hérna hjá okkur. Satsvel rétt á að koma sér í ramman. Já.
6 markamun, hvað gerir Willem Poulsen? Boltinn gangað þarna, fannst það að vera komin í smá yfirtölu. Þorsteinn með skoti, Niklas Satsvel! Frábært, þetta gerir hann virkilega vel. Og Káa með marki hérna kemur sér í ansi góða stöðu. Óðinn, erfið bolti frá Einari en Óðinn nær honum. Hann stóð bara í löppina. Já, veist. Það er rétt. Og Rókvi í dauðafæri skorar. Já, við þurfum bara að halda haus. Okkur þarf ekki að flýta sér svona mikið í sókninni. Kemur Patti inn á línuna. Einar Birgir skorar. Já, það er klálega núna mitt. Jonni er að reyna að bregðast við og bara láta menni mitt keyra hraðana upp þótt að venjulega mitt vilja lið detta aðeins niður og hérna spila hægar eins og við vonum að gera rétt á. Nú er greinilega búið að lesa þetta yfir og segja að mennum að keyra frekar upp. Já, en sko, ég var kannski meira að setja út af því að sko Einar var nýbúinn að reyna að koma boltan í hornið og fyrst sem að gera svo er það boltan tilbaka að reyna að koma oftar á línuna í staðan bara ákjæra. Þetta var ekki alveg úthugsað þessi línusendingar. En samt, sko, það er fínt að halda tempo en okkur kannski þarf ekki að vera svona mikið hraða þessu. Nei, þegar að það er búið að stoppa fyrst áhlaupið þá væri sniðast hjá okkur að fara hans að stilla. Framarið sótt 6 markum undir og varnarleikur Káa virkilega góður hérna þegar við náum að stilla upp. Willem Poulsen með þetta skot og Þarna náði hann einmitt að Rókvi bjó hann til smá pláss og hann nýtti það heldur betur. Þessi mér svona Vilhelm er fann að láta aðeins meira til sín taka í seinni. Hann svona sást ansi lítið í þeim fyrri. Já, hann er búinn að vera í stífri gæslu eiginlega í allt kvöld. Arnór Ísak að sleppa með þetta. Við byrjum upp á nýtt, höndin strax upp. Óli Gúst inn á línuna og Halli Bolli skorar! Haraldur Bolli Heimisson! Vel gert hjá Óla Gústasyni að sjá Halla og Halli skorar að sjálfsögðu. Halli virkilega góður slúttari. Hann er bara virkilega skemmtilegur strákur, góður sóknarlínumaður. Það er vonandi hann á að bæta því við að geta spila vörnina líka. Honum er allir vegið færi þessi strákur. Mikið Káa hjarta. Heldur betur. Hann var fagnaði markið með að benda á trommusveitina góðu. 11 mínútur rétt rúmar eftir og þetta er að koma eins og jafnvægi í þetta 5-6 mörk sem að Káa leiðir hérna. Vilhelm, þetta er hann að Þorsteinn lendir þarna í hrömmunum að ragga en boltinn er áfram í gangi. Flottur varnarleikur. Það var víst, ég ruglaðist það á hann, var Breki var komin inn á línuna sem bjó plássið. Þeir eru núna að reyna þetta er ekki Rókvi. En þeir eru mitt greinilega núna með þessu að reyna að búa til pláss fyrir Vilhelm. Höndin uppi, Poulsen keyrir á þetta á dæmdur ruðningur, ekki nokkur spurning. Arnór Ísak var komin í stöðu þarna og Willem Poulsen. Það er svo tveggja minna brottvísun og það er nú ansi slæmt þegar Einar Jónsson er farin að biðja að róa þig. Vilhelm er kannski ekki vita það að Siggi er sleipur í færiskunni. Ég held að íslenskunum færiskunum sé það keim líka. Hann kannski ætlaði ekki, hann var ekki að reyna að segja neitt slæmt. Siggi miskildi. Gæti verið. Einar Rafn er í hornið, Jóhann Geir kominn inn í hornið og Arnór sér við honum. Ágætis færi hjá Jóa en kannski ekki alveg orðinn heitur eftir bekkjasetuna til þessa. Sama tíma vel varið hjá Arnóri. Hann bara gerði sér stóran og beið eftir skotinu. Loksins bætti hann við sínu 7. skoti. Það 15 kom ansi snemma. Og
Þetta fríkast. Kjartan hann reyndi að fara með 1-2 búið með skrefin. Hann var sálsög í kontakti. Æja. Kemur Breki inn á miðuna. Þorsteinn Gauti með skotið í fjær og það steinliggur. Þarna voru aðeins og seinir í hjálpavörðina. Já. Útlitið gott en við þurfum að nýta okkur yfirtöluna núna til þess að endalega klára þetta. Halli Bolli aftur og Halli Potti skorar! Já, nú það Einar Rafn sem finnur hann. Haraldur Bolli valinn í U20 á dögunum og að fagna því hérna með frábæri innkomu. Sendir svo góða kveðjur á trommusveitina okkar. Elskar hann strák, frábær karakter. Breki inn á línuna gengur ekki en tvæmingur á Einar. Já, það var ástæði fyrir að sendingin gekk ekki upp. Rókvi var hérna, hann var þrítekkaður og það Einar Rafn Eiðsson sem fær brottvísunina. Já, Einar Rafn í sinni fyrstu brottvísun. Þá tekur Einar Jónsson leikhlé, hans annað leikhlé í dag og á því 1 leikhlé eftir fyrir lokakaflann. Rosalega mikilvægt kafli framöndan hjá Fram núna. Þeir manni fleiri í 2 mínútur og þeir verða að vinna þennan kafla 2-0, hleypa spennu aftur inn í þetta. Ég hef alltaf að gera það, þá er hann að henda mínum manni inn á, sko. Já. Mér sýnist nú Óli ekki vera líklegur að koma aftur inn á. Nei, því miður. Eða því betur. En já, eins og ég segi, Framararnir eru bara einfaldlega búin að vera að gera of mikið af mistökum og KA-liðið hefur notið góðs af því með því að mörku yfir allan völlin bara pjúra hraðalöpum. Það svona helsti munurinn, annars svona helsti tölfræðin ansi svona sambærileg. Já, við erum með mun færri tampaða bolta í þessum leik heldur en við höfum verið með í síðustu leikum. Já, og vísu erum við aðeins fyrir varinn skot. Það eru 12 og KA gegn 9. En já, töpuðu boltarnir eru dýrir og það gott að menn séu að laga það aðeins hjá okkur. En það sáum við að þegar Einar hérna kastaði hana frá sér á hana að Jonni var langt frá því að var sáttur. Já. Jæja, þá þetta komið að stað aftur, Framararnir, manni fleiri. Breki setur hann þetta áfram og sleppur með þetta Vilhelm við það fótinn hann og vítakastat og önnur brottvísun. Þetta rándýrt. Þeir vita sig svo að Arnar Snær hafi verið komin í gegn en ég sammála vítin, mér finnst brottvísunin óþarfi. Það er að KA 2 mönnum færri núna í vera 2 mínútur og Vilhelm Poulsen á vítamótunum. Nú þurfum við helst að markvist að halda en Vilhelm Poulsen öruggur setur hann undir Niklas Satsvel. KA setur að sjálfsögðu aukamann í sóknina. Já, sjáum Allan koma inn í skiptuna. Já, en það er Einar Rafn. Jón Heiðar að koma svo inn á. Við erum aðeins og lengi að koma inn á. Já, við erum með markið aukt þessar myndir og þurfum við bara að fá fríkostinn. Fáum fríkostinn, strákar. Hanna. Það bara markið! Fáum bara markið! Óðinn Þór Ríkharðsson! Þetta var risastórt! Ég fannst að það var að bíða eftir kontaktinu. Það kom aldrei almennilegt en hann bara skoraði. Breki sér vantar bara yfir í hornið, eða bara tilbaka í hornið og fljótir að refsa við klára Kristni. En að Breki sem að taka ákvarðarnar, góður í því, virkilega góður í því. Jæja, þá komum við aftur þetta Alla með plás, sækir fríkastið, þetta er hárrétt. Klókt þarna, reyna ekki að spila boltanum af sér hana. Já. Jón Heiðar
Baka á Arnór, Ísak Arnór, færa það! Hrinding! Þetta var hrind að bakkjárum, hefði sleppa með það en Arnór skorar af harðfylgi og kemur þessu aftur í 6 mörk og við erum að lifa að kafla frábærlega af Breki inn á línu, Rökkvi, sleppið honum. Æja, og skorar. Fyrri maðurinn kominn inn á núna og stutt í hann seinni. Þetta var frábærlega gert hjá okkur, 2 færri framandi dauða færi og gera aftur leik úr þessu. En yfir vegurinn hjá KA-liðinu bara frábær, algjörlega frábær. Og KA með full skipalið. Kemur Óðinn Þór inn á línuna, Einar Birgir skorar! Þetta var skemmtileg flétta. Já, þarna var, vörnin var alveg steinsómandi við að Óðinn ætlaði að senda hann inn. Þeir voru bara að bíða eftir sendingun á patta. Já, kannski skiljanlega en Óðinn Þór er klókur strákur og hann er fljótur að sjá opnuna þarna hjá Einari Birgir línunni. Breki inn á línu, þetta gerði Raggi vel og fagnar þessu vel og innilega. Fæir smá púst frá Rökkva. Já, spurning hvað það er að dæma hana. Kemur skoti frá Willem Poulsen, þetta gerði Breki vel að búa neglan henn næra, halda boltanum gangandi. Og þá allt óbyrður Willem Poulsen. Kom með 4 mörk. En á meðan að KA nær alltaf að svara með marki þá gengur það ekkert og gesturinn að koma sér aftur inn í leikinn. Já, nú sjáum við samankerfi. Já, Óðinn kemur sér svo aftur tilbaka slakur boltur á patta og Willem Poulsen skorar, 4 marka munur og enn 5 mínútur eftir og Jonni tekur leikhlé. Já, framhaldið svo sem við faldar að mæta okkur svolítið framalega og reyna að vonast til að við gerum akkurat þessi mistök og þessi sending var nú bara beint á Reyni hérna fyrir framhald. Já. En eins og ef við bara höldum haus og spilum bara okkar bolta þá ættum við að sigla þessu heim en leiða með stífna upp og bara hugsa þetta sé að vera komið þá voðinn vís. Það svona framhaldin eru að spila inn á. Já, klálega. Það það sem þeir eru núna að reyna að gera. En maður finnur það að það er sko heldur betur stemning í okkar stuðningsmönnum hér í KA-liðinu og ég held að það muni vega þungt ef að framhaldinir koma sér betur inn í þetta. Að við séum með þessa frábæru stuðningsmenn okkar til þess að landa þessu. Já, þeir geta skipt sköpum hér í kvöld. Við þekkjum það svo sannarlega. Það eru töfrar í KA-liðinu og það er að miklu leyti þökks í þessum vögnuðu stuðningsmönnum sem við höfum hér fyrir norðan. En þá hefum við leika 9. Koma rosalega framalega á Arnór á miðjunni. Arnór tilbaka á Patta, Patti á Einar með plás, Patti niður í hornið og Jóhann Geir skorar. Farða boltana erfiðu tempói, hoppar upp á kyrrstöðu en setur hann fram hjá Arnór í markinu. Þetta er risamark. Jú, miklu erfiðar að færa hann á hann. En hann var svo nýkominn inn á áðan að maður kannski skilur það að vera aðeins kaldur haus. Núna klár í slaginn, gerir þetta frábærlega, 5 marka munur og ég held að þetta hafi eiginlega gert út þetta fyrir gestina. Já, við sjáum að sá hann að Einar var að reyna að benda honum reynir á að vera ekki á miðjuna, hann vildi blokkara út Einar. Já. Hann var að reyna að færa sig hann yfir. Já, enda er Einar að lesa honum pistilinn bara. Þetta hafi ekki endilega verið mesta ógnunin hjá okkur.
Willem Poulsen upp úr engu og skorar, já, þetta, maður getur svo sem alveg getið sér til þetta myndi gerast. Framandi þetta mark strax og Willem Poulsen þeirra maður. Já, Brún átti ekki í möguleikum hérna. 4 mínútur eftir og við þurfum bara að halda áfram. Já, hann er að dekka til hægri, ekki... Einar Rapp, finnur Einar Birgir frábær varsla hjá honum Arnóri. Þarna var Einar Birgir fullfljótur að klára skotið og Arnór las þetta vel. En séns fyrir gestina. Poulsen á línuna, Rókvi í gegn og skorar. Þetta allt og einfalt. Við erum alltaf að fá færin, við þurfum bara að nýta þau betur. Já, við erum að spila okkur í gegn hérna. En sjáu þið, Rókvi, hann spila ekki fyrsta korter eða eitthvað í leiknum, hann er komið með 11 mörk. Haraldur Bolli Heimisson kominn aftur á línuna, hann er búinn að fá 2 færi skoraðum báðum. Það er vonandi að hann nýti færin ef hann fær þau hérna á lokakaflanum. Við þurfum á svo stigum að halda, þurfum að klára þetta. Kemur Arnór Ísak með plássi. Þessi bolti bókstaflega laki með þetta. Þriðja gullfallaða markið okkar í þessum leik. Willem Poulsen, nú sé Bruno við honum og nú fullir ég, þetta sé komið hjá okkur. Bruno Bernhard, framarnir, bakka aftur. Í staðin fyrir að mæta okkur maður á mann núna, allir reyna að koma okkur í vandræði, þá eru þeir áfram í sinni. Já, ég bara held að þeir þurfi á aðeins meira að halda, það er það mikill munur. Patti, milli 1-2, nei, fór ekkert að millin eins, hann bara keyrði á vörðina. Willem Poulsen, það vantar mark á töflunni í húsinu, hárrétt á framörunum. Kannski óþarft að stoppa hann að Willem Poulsen í sóknaraðgerð sinni, en þetta er hárrétt, það vantar mark á töfluna. Já, þá var árið rétt, 35-31 er það staðan í töflunni, það vantar 1 mark á framliðið. Já, þeir minnkuðu mitt áðan í 34-31. Já. Það var hann Rókvi. Já. Rókvi er þetta með 11 mörk, samkvæmt töflunni núna er það með 12, samkvæmt þessi aukamarki sem hann fekk. Þeir eru í vandræðum. Þorsteinn setur hann beint á Patta, hann fór þetta endanlega. Patti áfram á Óðinn, einn í gegn og setur hann aftur fyrir sig og kveikir hann heldur betur í húsinu. Já! Ég veit ekki hversu vel ég heyri það, góður áhorfendur, það er frábær stemning í KM-bílunu. Svona átt að vera, laus bolti, nei. Þetta var geggjum vörn. Já, Rókvi farið að fylgjastir, tíminn að renna út fyrir gestina. 5 marka munur. Mér sko ekki nóg með að við séum að fá 2 stig hér í dag. Mér finnst bara þessi framist að gefa rosalega góð fyrirreitt. En það var nýtt þessa pásu vel. Já, það er klárt, það er búið að vera. Vá, þetta var gott skot. Já, Þorsteinn, hann getur þetta. En það er búið að klálega að vera að innbra á hlutum sem hafa ekki alveg verið að ganga í byrjun tímabilis. Já. Kannski var líka bara það, maður þurfti bara smá pásu aðeins að anda og aftur finna smá gleði. Það heldur þetta búið að vera gleði í KA-liðinu í dag. Síðasta myndan að ganga ykkar, 4 marka munur, bara spyrir hversu stór KA-sigurinn verður. Einar Rapp í hornið, Jóhann Geir í dauðafæri,
skorar að sjálfsögðu 5 marka munur. Þorsteinn tilbaka á rauninni, Vilhelm Poulsen með plássið, þetta gerir hann vel. Já, hann komið með 7 mörk. Skoraði ekki fyrsta hálftíman í leiknum en komið með 7 núna. Það bara ekki nóg fyrir framarana. Það K.A. sem að fer með stigin 2 hér í kvöld. Og það að fara upp í 6 stig í töflunni. Einar Rafn upp. Kemur skot með varið, frákasteri og Jóhann Geir. Jóhann Geir, þetta var eitthvað. Tímið að renna út og þetta búið, þetta telur ekki. 37-33, sigur K.A. staðreynd. Algjörlega frábært að sjá K.A.-liðið hér í dag. 2 stig í hús. Framararnir sýndu svo sem fína frammistöðu en K.A.-liðið einfaldlega var bara heilstiftara þegar mest á reyndi. Já, það var mjög góður kafli hjá okkur í fyrri hálfleik sem gefur okkur þetta forskot og fórum aðeins að venda þetta en komum svo sterkir tilbaka. Já, svo kannski líka það vill að framararnir voru að reyna nýjar lausnir þess að reyna að stoppa okkur og koma okkur í vandræði og eðlilega kannski virkar það á vissum köflum áður en við förum að finna lausnir. Þannig að eðlilega það voru einhverjar sveiflur í þessu í seinni hálfleiknum en í heildina var sigur K.A. frekar samfærandi. Já, klálega. Og við fáum væntanlega að heyra hinn frábæra sigursöng 2 stig í hús núna í boði Jóns Heiðar Sigurðssonar. Já, það að fara í gang hérna. Við gefum Jóni Heiðari Sigurðssyni orðið. Já, 2 geggjuð stig í hús. Sigurgleðin allsráðandi í K.A.-liðinu. Þetta gefur manni svo mikið og bara okkur öllum hérna í gula hernum. Já, þetta var mjög mikilvægt. Kom okkur aftur á sigurbrautina. Já, og ekki bara við unnum, þetta var bara meðan þessi frammistaða og bara það sem við vorum að skila á vellinum, bara gefa virkilega góð fyrirheit. Kíkja á tölfræðina. Það markaðastur hjá K.A. í dag, Ólafur Gústafsson. Það var líka frábært að fá svona framlag frá Óla í sókninni. Hann hefur alltaf verið í smá brasi með sig, búinn að vera í alls konar meðslum eftir hann kom norður. En þetta var frábært að vonandi þetta sem koma skal frá honum. Og fyrir vikið þá alltaf var meira pláss fyrir hægri vængin okkar hjá þeim Óðni og Einari. Óði með 7 mörk, Einar með 6. Einar Birgir sem með 4 á línunni, Patrik Stefansson með 3, Arnar Ísak, Arnar Freyr, Jóhann Geir, Haraldur Bolli allir með 2 mörk og Jón Heiðar Sigurðsson með 1 mark. Í markinu það varði Bruno Bernhard 12 skot og Niklas Salsfjörður varði 1 skot á þetta kapla sem hann var inn á. Sjáum svo gestina. Rógvi Dahl endaði með 11 mörk, átti virkilega góðan leik, spilaði við ekki fyrsta korterið. Já, hann var bara óstöðvandinn á línunni. Já, við áttum bara ekki breykið. En sem betur verið þá voru eiginlega fleiri bara að vantaði meira framlega frá fleirum fram í 60 mínútur.
William Poulsen sást ekki fyrir áleik endar við sem er 7 mörk en hann fór afskaplega lítið fyrir honum til að byrja með. Þorsteinn Gauti byrjaði að krafti, síðan fór lítið fyrir honum, átti svo ágætis kaflandi lokin enda með 6 mörk. Breki Dagsson 3, Kristinn með 2 ásamt Kristófer, Valdir Már og Þorvaldur báði með 1 mark í markinu. Það byrjaði Arnór Máni vel, enda með 8 varin skot. Valdir Már kom svo inn á í mittiltíðinni, varði 3 skot en svona í heildina var Káa svona skrefi framar svona á flestum sviðum leiksins. Kíkjum svo á samanburðinn á liðunum. 37-33 sigur Káa, 67% skotningi á Káa gett 66. Þarna lagaði svolítið munurinn. Káa með töluvert betri skotningu í fyrrháleiknum. Framarnir fá 2 víti í seinni, skoraði báðum. Káa fikk 1 í þeim fyrri, skoraði þeim hann Óðinn. Lengsta markarinn 5 hjá Káa, 3 hjá Frömmurunum. Mesta fórusta 7 mörk að Káa leiti 21-14, einnig 17-10 í fyrrháleiknum. En Káa eins sjá í fórustu 54 mínútur og 48 sekúndur af 60. Framarnir aldrei, það segir bara ótrúlega mikið. Við vorum bara meðanleik. Já, klálega. Og næsta tölfræði er líka eitthvað sem ég er mjög hrifinn af. Þetta er búið að vera, við erum búin að vera í 200-tölunum hann í síðustu leikjum. Já, það var boltar, 6-9. Framarnir við svo löguðu það svolítið þegar leið á leikinn. Þeir voru með fleiri tapabolt til að byrja með. En það kom meira jafnvægi í þetta í seinni hálfleik. Já, klálega. Sjáum svo Káa skora 3 mörk hraðalöp gegn 2 manni fleiri. Liðin voru bæði að nýta sér vel að vera manni fleiri fyrir utan kaflan sem skipti öllu málið fyrir fram að. Þeir voru 2 fleiri, 6 mörkum undir, lokakaflan fær í gang. Þá mistu þeir algjörlega einbeitinguna og Káa skoraði bæði skiptin. Já. Og það endanum var bara rándýrt fyrir gestina því þetta hefði ekki verið æsi spennandi lokakafli ef að þeir hefði nýtt þennan kafla. Já, klálega. En já, Káa skorar 3 mörk þegar höndin er uppi gegn engu. Samt fannst mér eiginlega höndin koma miklu oftar á framörunum. Það er kannski bara ég sjáum svo að lokum tímalínuna. Árum fyrir að segja þetta gott. Hálfleikstölu 17-12, Káa í vil og sjáum við þessi seinni hálfleikur. Framararnir komið svona nokkur áhlaup en þeir komust aldrei nær en 3 mörk og þetta var yfirleitt í 5-6 mörkum allan seinni hálfleikinn og Káa vinnur að lokum 37-33 sigur. Já, ég held við þurfum að setja gott í dag. Baldur Halldórsson, takk hérlega fyrir aðstofuna. Það var gaman að vera með þetta með þér. Já, bara mjög gaman að fá að vera með þessu. Já, 2 frábær stig í hús. Þökkum líka Stefáni Jóhannsssyni frábærlega fyrir hans framlag í tölfræðinni. Og já. Já, það er svona. Herri, takk hérlega fyrir árið. Við sjáumst fersk. Bless, bless.